skatta á leigusala þá ertu að skattleggja leigjendur líka eins og Guðmundur Hrafn Arngrímsson formaður leigjendasamtaka hefur bent á sérstaklega til skamstíma vegna þess að fólk getur ekkert farið að leigumarkað þarft að búa einhvers staðar þá skoða maður framboðsleiðina byggjum þá ódýrt húsnæði sem fyrir leigjendur það nákvæmlega það sem að stofnframlögin eru þannig að fyrir mér hljómar þetta eins og mest bulletproof lausn til þess að tryggja lítinn húsnæðiskostnað fyrir þetta fólk en þú veist, síðan það líka bara pólitík hvort þú viljir styðja við fólk á leigumarkaði en það svona nokkur þverpólitísk sátt allavega núna að það eiga að vera einhvers konar stuðningsnet, einhvers konar félagslegt stuðningsnet til fólks sem tekjulágt Já, það sem að fer bara svolítið í pínu, sko, mér finnst þú samt ekki rista nógu djúpt oft í þessar umræðu út af því núna var ég að lesa grein eftir Hilma Freys þar sem hann var að fara yfir það hvað það kostar að fara í eigin framkvæmdir og ég hugsaði alltaf út frá því af hverju steypa skynsamlegur gróðakostur af hverju skynsamlegt að fjárfesta í steypu ástæðan sú, í fyrsta lagi þú getur náttúrulega gert ráð fyrir því að launaseðill lágtekjufólks kemur til með að hækka ef hann hækkar þá getur gert ráð fyrir því að húsnæðisverð komi til með að hækka öðru leyti líka, þú getur gert ráð fyrir því að ríkisvaldið þvælist fyrir þeim sem að vilja skapa framboð ef að þessar tvær breytur eru fyrir hendi þá verður alltaf skynsamlegt að fjárfesta í húsnæði og þú getur alveg farið í einhver svona skamtíma hugsunur það að auka skatta eða fara í ákveðnar og móka eignum en við verðum samt bara með sama framboði Þakka þér kærlega fyrir að hlusta á þennan stutta bút. Þú getur nálgast þennan þátt og allt efni hlaðvarpsins Ein Pæling á pardus.is/ein pæling.